Velkomin í verkstæði Unimax. Nafn mitt Tomo Krausenski. Við skulum búa til límtré. Límtré hálfunin vara sem notuð í smíði húsgagna, til dæmis borðplötur, en einnig við byggingu stiga, sérstaklega til að búa til þrep. Límtré getur verið í formi planka eða plötu eftir hlutföllum hliðanna. Í öllum tilvikum það límt saman úr nokkrum hlutum, hvort sem það spýtur, plankar eða kubbar. Áður fannst mér að límtré væri bara ódýrari staðgengið fyrir massíft tré úr einum bita, en það ekki alveg þannig. Massíft tré, ef það ekki rétt unnið og meðhandlað, hefur tilhneigingu til að bogna. Svona fullkominn stór viðarbiti þá í rauninni frekar sjaldgæfur. Þú verður að kunna að velja hann og vinna úr honum. Þannig að já, það yfirleitt ódýrara að búa til stóra plötu úr skarfa en úr einu stykki. En það sem kannski enn mikilvægara, réttgerð límtré stöðugt og bognar ekki. Auk þess hægt að lengja límtré með límingu í raun endalaust. Sennilega einfaldast að búa til límtré úr einum viðarbita sem við skerum í jafnbreiða spýtur eða kubba. Við snúum þeim gagnvart hvor öðrum og límum saman. Rétt snúningur tryggir jafnvægi í sveigju og einnig samfellda áferð. Og það annað atriði sem hægt að galdra, með í límtré. Það fer eftir því hvort þú ert með hliðar eða miðjuvið. Því það hefur áhrif á áferðina á yfirborðinu. Hliðarvið hefur áberandi áferð, sem kallast flát, sem afleiðing svokallaðs snertiskurðar. Aftur á móti, nær miðjunni viður með samsíða áferð, sem myndast við svokallaðan geislaskurð. Ef þú skerð hvaða við sem í ferkantaða kubba, getur með því að snúa þeim, svipað og með barnamyndakubba, ákveði hvernig endanlega spónaplatan mun líta út. Með þessari fræðilegu þekkingu getum við óhikað hafist handa við framleiðslu spónaplötu. Nánar tiltekið hef ég til umráða heflaðar greini plötur með þversniði 40 sinnum 200 mm og lengdina 1 metri. Ég þarf að búa til plötu úr þeim sem 30 mm að sikt. Plöturnar sýnilega bognar. Ef við myndum jafna þær, í þessu ástandi myndum við missa mikið af efninu, svo það betra að jafna brúnina og skera efnið í strimla sem 34 mm á breidd. Vegna bogans verða brúnirnar ekki alveg hornréttar, en það skiptir ekki máli, því við munum samt draga límda spónaplötuna í gegnum diktafræsara. Ef þú hefur hins vegar ekki fræsara og vilt líma spónaplötuna beint og síðan, bara slípa hana, þá skaftu jafna hornréttni brúnana að minnstakosti á borðsauginni. Það fullkomið þegar við raðum einstaka kubbana þannig að við viðhaldum upprunalegri röð. Síðan nóg að snúa einum bita 90 gráður til annarrar hliðar og næsta bita 90 gráður til hinnar hliðarinnar. Þannig verða kubbarnir snúnir 180 gráður, hver við annan sem jafnar spennuna og tengir mynstur. Ekki alltaf hægt að setja saman spónaplötu úr einu stykki af timbri, til dæmis þarf að fjarlægja kallaða bita. Þá þurfum við að vinna meira með það. Gangur vaxtarhringana sést best, í þversniðinu á endum sneiðana. Jafnvel án dýpri þekkingar augljóst hvernig þeir skiptast á. Við verðum einnig að fylgjast með lokamynstrinu á yfirborðinu, svo að það skiptist ekki á milli geislamyndunar og snertimyndunar. Förum að límingunni sjálfri. Við verðum að nota smíðalím fyrir trésmíði. Val á tiltekinni tegund fer til dæmis eftir tegund límsviðar, kröfum bastól eða svokallaðan opnunartíma límsins. Venjulegt lím í flokki 2 hentugt fyrir límingu á mýkri viðartegundum og eingöngu ætlað til notkunar innandyra. Kosturinn við það læra að vera samanborið við lím í flokki 3 og 4. Þegar ég lími stórt spónaplötu úr eig, nota ég beint lím í flokki 4. Þetta tiltekna lím ekki byggt á póljúretani, en hefur samt framúrskarandi vastól og auk þess, langan opnunartíma og virkar, jafnvel við lágt hitastig. Lím hægt að setja á marga vegu. Það nóg að bera það á eina af límflötunum, sem við húðum jafnt með hæfilegu lagi. Við skulum hvorki spara líminni svo að því. Rétta magnið. Lærum við aðeins með reynslu. Of lítið lím þýðir minni styrkur í samskiptum. Of mikið lím leikur út án gagns við pressun. Og hér við. Hvernig á að pressa? Ef við sleppum faglegum workhoppressum, í grundvallaratriðum hægt að nota næstum hvaða skrúfuklemmu sem hefur nægilega opnun á örmum. Með venjulegum fgerklemmum hins vegar erfiðara að meðhandla. Þess vegna aðalega nota knetstar, röfklemmur eða kassaformaðar klemmur. Kosturinn við þær krafturinn sem verkar nálægt stönginni, sem einnig þjónar sem grunnur fyrir spónaplötuna. Samt gott að nota ennþá þverslá, herða þær með gagnstæðum plötum með klemmum. Einmitt. Allt þetta hægt að gera, í einu skrefi með sérstökum klemmum fyrir spónaplötur, frá Unimax.
Rimlar eða stangir eru pressaðar saman og samtímis klemmdar að ofan og neðan, með sterkum stálprófílum. Þeir eru húðaðir með duftmálingu sem auðvelt er að hreinsa þurrka líma af. Á öðrum enda er kragi með skrúfufæti. Á móti er kragi með föstum fæti sem hægt er að færa eftir stönginni í 10 cm skrefum. Einnig er hægt að færa kragan, með skrúfufætinum í litlu bili í eina af 3 stöðum, allt eftir þykkt límdra spónaplötu. Fyrir þunna plötu er kraginn lagður meira niður, svo hann þarf að vera festur lengra frá brúninni. Til að líma munum við því þurfa að minnstakosti 2 pöður af stengum og 2 pöður af krögum. Kerfið er hannað sem stillanlegt og fyrir hverja aðra hæð. Mun okkur nægja að hafa aðeins eina stöng fyrir hvert par af krögum. Klemmurnar ætti ekki að vera meira en 30 cm frá hvor annari, svo fyrir hvern metra í lengd. Verðum við að hafa að minnstakosti 4 klemmur. Auðvitað getum við bætt við þessar klemmur með einhverjum skrúfuklemmum til að auka þrýstinginn og dreifa honum jafnari. Á sama hátt getum við dreift álaginu og varið brúnirnar á spónaplötunni með því að nota plötur af sömu þykkt og spónaplatan. Við festum klemmurnar á stöngina eftir breidd spónaplötunar. Hámarksbreidd sem hægt er að líma er 120 cm. Ef við erum að líma stærra magn af mjórri spónaplötum, getum við raðað þeim hlið við hlið. Ekki gleyma að skilja eftir lím á milli ystu listana. Við leggjum kubba á neðri stöngina og snúum öllum nema þeim fyrsta þannig að límbrúnin snúi upp. Við þrýstum þeim létt saman og setjum lím á allt svæðið. Við losum klemmurnar og snúum kubbanum smám saman og leggjum þá með límið alltaf að fyrri hlutnum. Nú getum við sett efri stöngina í aftari klemmuna, dregið hana í gegnum fremri klemmuna og byrjað að herða. Þökk sé seksjendu höfði klemmuskrúfunar er hægt að nota skrall, rafmagnsskrúfjárn eða loftknúinn skrallherðara til að flýta fyrir herðingu og losun. Notið aldrei höggherðara til að herða, það gæti skemmt þráðinn. Við látum spónaplötuna pressast í þann tíma sem límframleiðandinn mælir með, í þessu tilfelli hálftíma, við 20 gráður á Celsius. Síðan getum við losað klemmurnar og fjarlægt umfram lím, og meðan það er enn mjúkt. En frekari vinnsla er aðeins möguleg eftir fullkomna hörnun sem tekur venjulega 24 tíma við venjulegar aðstæður. Það er best að draga spónaplötuna í gegnum þykktarfræsara til að ná endalegri þykkt. Ef heildarbreidd spónaplötunar passar ekki í vélina, verðum við að vinna með mjórri stykki og líma þau síðan saman til að ná tilætlaðri breidd. Við drögum þau í þykkt sem er nálægt 30 mm og skiljum eftir smá svigrúm fyrir slípun. Við jafnum brúnirnar og getum límt þær saman. Eftir að límið hefur harðnað fylgir skurður í endanlega stærð, mögulega fylling og slípun. Samskeyti er lokið. Það er eftir að ákveða hvernig á að móta brúnirnar og mögulega hvaða yfirborðsmeðferð á að velja. Framleiðsla spónaplötu er meðal grunnfærni í trésmíði og með réttu búnaðinum getur við auðveldað og flýtt fyrir vinnunni. Hvort sem þú ert fagmanneskja eða áhugamaður. Þess vegna hef ég sett hengil á notuðu klemmurnar eins og venjulega, í lýsinguna undir myndbandinu. Ef þið líkaði við myndbandið, vinsamlegast gefðu okkur lík. Ef þú ert ekki enn áskrifandi, getur þú skráð þig með því að smella á áskrifa nappinn. Og ef þú smellir á bjölluna, verður þú fyrstur til að vita önnur ný myndbönd frá Unimax verkstæðinu. Takk fyrir að horfa og ég hlakka til að sjá þig aftur.